Þetta er verkefni 14 if í Excel-hluta kennslubókarinnar. Þetta er blaðsíða 22, síða 4. Hér ætla ég að setja formúlu. Hvað eru mörg hólf í A-dálki þar sem orðið epli kemur fyrir? Ég smelli hér í FX-hnappinn og count if fallið. Hvað eru mörg hólf á þessu svæði hér þar sem orðið epli kemur fyrir? Og ef ég skrifa orðið epli þá þarf ég að hafa gæsalappir sitt hvoru megin við það og það eru 7 hólf. Hér ætla ég að setja sömu formúlu nema þar ætla ég að vísa í hólfið A4, ekki skrifa perur. En ég smelli hér, það er sama svæði, þetta svæði hér, þar sem orðið perur kemur fyrir. Það eru 5. Þetta fall hér, þar ætlum við að í 11, það eru fjöldi hólfa í A-dálki, þar sem orðin í hólfunum A3 og A2, það er að segja appelsínur og epli koma fyrir. Þannig að við þurfum að fara hér í FX-hnappinn og count if A2 til A20, A2 til A20, þar sem orðið í A3 appelsínur. Ég þarf að fara síðan hér upp á ritlínuna og segja plus og fara aftur í count if fallið og það er sama svæðið. Smelli hér og epli. Alveg sama í hvaða hólfið smellið, bara það sem orðið epli kemur fyrir. Þannig að formúlan er hér count if og þegar þau eru búin að skrifa þetta inn þá ýtið á enter, farið upp á ritlínuna, skrifið plus og farið aftur inn í count if fallið. Hér ætlum við að setja fjölda hólfa í B-dálki sem eru með hærri tölu en 40 og það er líka count if fallið hérna. Hvað eru mörg hólf á þessu svæði sem eru með hærri tölu en 40 fyrirgefðu. 40, þá skrifið ég hér 40 og athugið að merkið hærra en snýr í þessa áttina. Þannig að það eru 15 hólf í B-dálki sem eru með hærri tölu en 40. Og hér ætla ég að setja inn fjölda hólfa í A-dálki þar sem orðið í hólfinu A19 eða bananar koma fyrir og það er eins og var hérna fyrir ofan. Það er sama svæðið og svo smelliði bara í orðið bananar og ég vista.